Já, velkomin aftur hérna. Við sátum hérna í svona aukaþætti að Rauðaborðinu hérna áðan og vorum að ræða tíðindi dagsins með Ólafi Þórn Harðarsyni og Þórði Snæ Júlíusinni og Birni Þorlákssyni. En nú komið að við vikulegum þætti okkar sem við köllum vikuskammtur og þá fáum við hingað fólk til að hjálpa okkur að fara yfir fréttir vikunar. Ég veit ekki hvort að við komumst yfir fréttir vikunar núna, allir við tölum ekki bara fréttir dagsins. Þetta stór tíðindadagur. Ég kynnti hérna áðan að hérna væri venjulegt fólk. Ég voni að ekki móðganga með því, Sigurður Ingólfsson. Þú ert ekki venjulegur svona. Það er ekki oft að kalla eftir því út á götunni, þannig að gengur venjulegur maður. Nei, þetta er í eina skipti sem ég hef verið kallað venjulegur. Mér þykir mikil upphefð að þessu. Já, það er gott að heyra. Þú ert skáld og bókmenntafræðingur. Það sé sumir. Natalí Gunnarsdóttir. Þú ert plötusnúður og svo ertu með hlaðvarp. Já, ég er svona aðalega að Natalí Guðríður. Guðríður? Nú ertu orðin Guðríður? Ég hef alltaf verið Guðríður, þá ég fættist. Ég hef alltaf bara kallaði Natalí. Já, það vantar alltaf þegar ég kalla Natalí að þá vantar Guðríður. Svona, þú vilt svona leggja áherslu á ákveðið mál, þá er það Natalí Guðríður, nú þurfum við aðeins að. Þegar ég skamma þig. Já. Herðu, en þú ert með hlaðvarp. Já. Sem er bráðskemmtilegt. Já. Ég hlusta á það, þegar allt hrýtur og lífi verður leiðilegt, þá leita ég upp þetta hlaðvarp og hlusta á það. Já, flott. Gaman að heyra. Hvað heitir þetta? Á meðanótunum. Á meðanótunum. Já. Margrét Kristín Blöndal. Já. Þú ert Margastína. Þú ert tónlistarkona, söngkona. Já, venjuleg. Venjuleg. Já. Og Anton Helgi Jónsson, þú ert skáld. Já. Venjulegt skáld. Venjulegt skáld. Þetta er nefnilega þannig tímar sko að nú verður maður að kalla til skáld og já. Við erum á óvissu tímum. Akkurat. Hvað ég sá það Anton Helgi á Facebook að þú fagnaðir forsetaframboði eða varst að hvetja þetta til forsetaframboðs Katrínu Jakobsdóttur. Já, mér líst vel á hana og alla styðja hana en getur stutt marga aðra. Það verður mikið fjör í þessum kosningum og ég fagna þessu. Það er fullt af svona góðu fólki að vera gamla að hlusta á umræðu þetta og annað. Margir sem geta vel komið fyrir svo orði og komið skemmtilegar hugmyndir. En ég er hrifinn af Katrínu í þetta starf og minnstuði hana. Margastína, ert þú búin að finn frambjóðanda eða ætlar þú kannski að fara í framboð? Já, mér vantar alltaf vinnu. Já, maður lifir ekki. Húsnæði, Bessastaðir er gott húsnæði. Það er vinnar húsnæði. Sko, ég menn, er þetta ekki bara þannig að það er allt svona miðaldra fólk Reykjavíkurborgar sem að finnst að hafa sko alveg makalust tilkall og eiga það skilið að verða forsetar. Já, ég er norðan, ég lausi þetta. Já, nema alltaf bara þetta, sko, nema, því við erum alltaf, þá erum við bara strax svona ósámála við skáldið. En við veist þetta algjörlega hámark frekjuna, sko. Já, Katrínu? Já, ég meina, þetta er alltaf bara, ég veit ekki bara, þú veist, hvað þetta endar, sko. Hjá henni. Ég bara á ekki orð, sko. Þið veistu þetta ekki passa að forsætisráðherra segi ég vil vera forseti? Nei, ég meina það er bara, það hljóta að vera, sko, einhverja grensur, sko. Af hverju má hún ekki eins og hver annar fari í nýja vinnu? Það er ekkert, það er ekkert, bara nú þegar erum við komið þákað, forsetaframbjóðendur sem er ekki 40, nei, hvað er 63? Það er bara fólk sem er að safna meðmælum og sem að kannski... Fyrir 63. Já. Það er ekki beint, alltaf verið ekki svona 12 í frambjóðum. Þetta er alltaf ekkert jafnræði, sko. Það er bara, sko, allt bara fjölmiðla veldi í Íslands. Ég meina, það er bara, Smári bara með beina útsendingu í tilefni dagsins. Nei, sko, við vorum með beina útsendinguna áðan, af því að forsætisráðherra sagði af sér.
Já. Við vorum ekki með beina útsettu Takk því fyrir að það. Katrín var að fara í Já, framboð. það er hins vegar sko stórmál. Það er alveg stórmál. Og ég meina, mér finnst þetta bara sko svo óendanlegu hroki. Þú veist, að kona sem gegnir valdamesta embætti landsins leiðist henni svona í vinnunni, eða svona leiðilegt eða? Eftir að segja að þetta sé eins og svona landsliðsþjálfarinn í handbolta. Já. Ákveð það að hann vill ekki vera landsliðsþjálfari, heldur vill hann vera frekar svona húsvörður í höllinni. Nei, Hvernig... Ég meina, hún, sko, þetta er allavega kona. Ég meina, sko, svo getur sagt, sko, það er bara einn frambjóðandi sem er, sko, samsvikið þjóðamorði. Við getum náttúrulega bara byrjað á því, sko. Þannig að, þú veist, verður þetta bara svona downhill eftir það. En, og það er hún, sko. Í annan stað... Hún sem er þannig pólitískan feril já, eða hennar hún eigi ekki erindi í framboð. Nei, hennar arfleið er bara sótsvört, sko, á þessu litinu. Þannig að það er allavega mín skoðun. Hún er mjög umdeild stjórnmálamaður, maður sér það bara í umræðu á Facebook og maður sér það líka bara í mælingum að hún var einu sinni með afgerandi meira traust heldur en vantraust. Hún var með 61% sem að studdana, það var 90% sem að vandristinni. Nú er þetta orðið 34-45. Ég held að, sko, þú veist líka við vannmetum Íslendinga svolítið. Ég meina, þú veist, þetta er svona eins og sko að halda að þú veist að þjóðin sé bara fíbl. Ég meina, hvað vitleysa er þetta? Þú veist, hún leiðir flokksinn sko til dauða, ríkisstjórnina til skilur einskis, nema bara það að halda sér saman. Þú veist, það hefur verið hennar missjón að það bara sko út yfir gröf og dauða fjölda manna skal þessari ríkisstjórn haldi saman og niðurstaðan er, ég ætla að bjóða mig fram til forseta. Klukkan er samt ekki orðin 5, ég er ekki búin í vinnunni, en ég ætla bara að skella mér í forsetaframboð. Sjást! Og þegar hún er spurðaði, þú veist, er þetta ekki stór mál? Það var einhver fréttamaður sem spurði hann að því, já, ég meina, ertu ekki hrætt að bara ríkisstjórnarsamstarfi liðist bara í sundur eða? Nei, bara eiga það sig. Það er ekki mitt. Nei, hún er náttúrulega ekki aðilega því. Það hefur verið að mynda nýja ríkisstjórn og hún er ekki aðilega henni. Sko, en þú veist, sko án sko alls svona leikarskap bara er þetta náttúrulega bara þvættingur, sko. Þú veist, þetta er bara algjörlega, þú veist, siðlust, sko. Anton Helgi, ég ætla ekki að gera því að talsmanni Katrín. Já, ég tek náttúrulega alls ekki undir þetta og mér finnst að Katrín Jakobsdóttir eins og hvaða annar stjórnmálamaður megi hætta hvenar sem hann vill og hvort hann er í valdastöðu eða ekki og fari í eitthvað annað. Ég held að... Það er ekki alveg þannig, Anton Helgi. Það er ekki þannig að slökkvilistjórinn geti hætt í miðjum eldsvoða, sko. Það er ekki alveg þannig að allir geti hætt bara þeirri vilja. Akkur ekki. Hvaða svakalega kröfur er þetta sem þið ekki vilja ráða yfir? Ég bara gera það kröfu að slökkvilistjórinn sko klára að slökkva eldin áður en að hann sko segir af sér. Sko. Já, en ef hann vill það ekki, ef hann vill kannski treystir hann sér ekki til þess og er ekki annar fær til þess, sko. Það hljómar svolítið eins og þú hafir svo mikil ofurtrú á Katrínu og sérst núna svo svegt yfir öllu sem hún hafi brugðist eða eitthvað svona. Nei, ég bara lít svo á, Anton Helgi, að þessi kona bera ábyrgð, hún er sko hefur gengt fram að deginum í dag valdamesta embætti landsins. Hún er sko, hún leiðir ríkisstjórn, þú veist, og alveg sama hvað álit maður hefur á ríkisstjórninni. Þú veist, þá er þetta bara nákvæmlega svona. Þú veist, af hverju, hvaða hvatir liggja þarna baki? Hvaða hvatir? Liggja baki því að forsætisráðherra... Hún hefði ákveðið, eða þess að runnu fyrir henni, að hún myndi ekki leiða VG í næstu kosningum, hún væri á útleið og pólitík. Nei, þannig að maður leiðir ekkert, sko. Hún sagði þetta og svo sagði hún að svo síðan hefði hún tekið ákvörðun að fara í forsetaframboð. Þannig að þetta hún segir bara eitthvað, hún er vön að segja eitthvað og hún segir bara eitthvað í dag. Þú tekur ekkert mark á henni? Nei. Herðu, það er mikil hítið þarna hinum með henni. Já, ég veit ekki hvort að þið ætlaði þú að koma og lýsa við stuðningi við eitthvað svona Jakob Frímann eða eitthvað? Ég ætlaði bara að byrja á að segja að hugur minn er hjá dagskrárgerða fólki í RÚV af því að þau þurfa náttúrulega að púsla öllu þessu fólki einhvern veginn saman í kappræðum og þetta er stór hópur, við vitum ekki hvar þetta endar, hvar talan endar, þannig að ég ætla bara að byrja þar, hugur minn er hjá upp í Astalitinu akkurat núna, hjá dagskrárgerða fólkinu. Hvað Katrínu varðar er þetta náttúrulega stór frétt
þú veist, og eins og bara þeir eru búin að ræðum, allir eru búin að ræðum. Hvort fréttir að hún segja af sér ef hún bjóði sér fram? Kannski bara bæði, en mín tilfinning að þetta snúist ekki bara hana, á þess að ég viti eitthvað málið. En það mín tilfinning svo að sko við erum náttúrulega bara með vinstri græna sem eru að skrapa botnin í íslenski pólitík út af þessu samstarfi. Það bara einfallega þannig. Þú veist, kjósendurnir virðast vera ekki margir og þau hafa samt núna smá tíma til að ná að bjarga því sem að bjarga verður. Þú veist, bjarga bara, þú veist, flokkinum. Bara flokkinum, vinstri grænum. Bara stofnuninni? Já. Þannig að hún þurrkast ekki út, mín tilfinning, á þess að ég viti eitthvað máli. Þannig að hún stígur til hliðar, ég meina hvað gerist í kjölfarið, Svandís Svavarsdóttir væntanlega fyrir þessi vantrauststillaga út á borðinu, sigur fyrir VG, þú veist, og ég meina nýja trendið í íslensku ríkisstjórninni að skipta stóla, þannig að hún væntanlega skiptur stól og hún mun halda áfram, ég meina. En þetta ekki þá bara ágætt að Katrín Jakobsdóttir kemur fram og segir að því miður ég hef verið að stýra VG tíma og ég tók kannski rangar ákvarðanir með að framlengja þetta stjórnarsamstarf og niðurstaðan svo að flokkurinn bara svo gott sem að detta út af þingi og þá eðlilegt að ég víki og aðrir taki við. Já. Þetta var ekki samt alveg ræðan sko. Nei, en þú veist, eins og ég segi, nú ég ekki að horfa á sko það sem var sagt, nú ég spáir svona, nú ég lesa milli línanna sko. Hvað gæti leynst þar af því að þetta augljóslega stærri kapall en bara hún að fara í forsetaframboð á sig eitthvað málið. Sigurður, þú kemur nú að norðan og með svona gestauga þá þetta Já, ég mjög glöggt gestauga, alveg bara gríðarlega, en ég verð að vera mjög sammála en í Mögustínu með þetta, því að mér finnst þetta eiginlega bara svolítið fíblalegt ef ég segi eins og að sko þarna alltaf því gengið út frá því sem vísu að Katrín bara komi og taki þetta. Ég held ekki, sko. Það viss tón svona í mörgum. Ég veit suma að segja þetta, það eru oft svona miklir hægri menn eins og Björn Ingi og sem eru menn sem voru svolítið etjinni í frambóð og mér fannst að vera svona til þess að búa til svona óró á stjórnarheimilinu. Já, búa til að þurft ekki. Þetta er rúst, þessi ríkisstjórn náttúrulega bara í rúst og nú hún að labba í burtu allar að skilja sko einlega ríkisstjórnina í höndum skítugum krumlum sjálfstæðisflokksins, en sko. En hún hefur verið þar bara, sjálfstæðisflokkurinn sterkasti flokkurinn í ríkisstjórninni. Já, því miður, þetta er bara ógeðslegt ástand, aftur, en sko ef að af því verður að hún verður forseti þá eiginlega svolítið verið að halda áfram þessari svona hálgerðri stuttbuxnapólitík sem hefur einkennt ríkisstjórnir síðustu ára, það er að segja Sjálfstæðisflokkurinn og ríkukallarnir og all þetta pakk og þegar að standa miklu betri kostir til boða, til dæmis bara Steinunn Ólína sem að mér finnst að vera alveg briljant kostur og eitthvað nýtt, eitthvað sem að kemur ferskt og úr leikhúsinu líka sko, ég meina, eins og Vigdís. Anton Helgi, það má heyra sko, hún kemur með svo mikið farangur með sér að allt í einu fara sko kosningabaráttu það sem við ættum bara að vera vel ykkur forseta fara að snúast hana. Er það ekki svolítið, er það gott? Það er í dag en svo á morgun við getum fagnað því að það eru mjög sterkir frambjóðendur og þið getur ekki neitað því að sko það verður svakalega gaman að heyra þessa frambjóðendur takast á í svona spjallþáttum og ræða hinn ýmsu málefni. Reyndar að sem að Natalía er að benda á að þegar þeir eru kannski 12 eða kannski 14 á okkur hanabriki í sjónvarssal, allir fá kannski 3 mínútur á klukktíma fresti, það verður ekkert líflegar umræður.
Mér varst besta senan einu sinni þegar einhver fekk hóstakast og einhver kom og gaf hann vatn. Það er mest eftir með það sinni. En ég verði samt að, þá ætlum ég að koma inn að það það eru margir að fárast yfir því að það sé fáránlegt að sé bara, þurfi bara 1500 meðmælendur, sko. En ég vil mótmæla því. Mér finnst að sko einu meðmælendurnir eigi í raun að vera kjósendur. Þannig að hver sem er bara komin á kosningaaldur sé í framboði. Og við, það eru greinlega margir sem hafa miklar skoðanir á því hvað forsetinn á að gera og auðvitað einhvern að tala um það og takast á um það og takast á fortíð okkar og allt þetta. Mér finnst bara eiginlega ekki að komið fram neitt svona sérstakt stefnumál hjá neinum frambjóðanda. Neðan bara ætla að vera opaslega góðu brúður Halldór Jónsson hefur sagt að hann ætla ekki að skrifa undir nein lög sem að renni gegnum þingi sem að koma frá ESB. Hann er þetta. Já, ok. Það er allavega, hann segir Mér finnst svona valdi að tala við þetta fólk við þetta borð og mér finnst við öll vera með svona hugmyndur það hvert hlutverk forsetans í samfélaginu, hver eru svona ágallanir í samfélaginu sem þarf að adressa. Mér finnst allir koma með eitthvað erindi, sko. En vandinn að það þarf að taka þessa umræðu á öðrum vettvangi þar sem það þarf að ræða þetta út í samfélaginu og á þinginu og við verðum að fara að ákveða starfslýsingu fyrir forsetann af því að það er þetta. Það var búið til stjórnarskrá en stjórnmálastéttin vill ekki samþykkja hana. Já, við verðum að halda áfram að ég jöði því en það verður ekki forsetinn sjálfur sem að mun breyta þessu, sko. Og allar síst núna, hún voru fastið náttúrulega. En við þyrftum að ræða þetta og það er svo margt sko skrítið í þessu eins og náttúrulega þessi svo kallaði öryggisvendill og allt það sem að mér finnst að forsetinn eigi að hafa sig hægan og bara stjórnmálamenn eiga að vera fulltrúar okkar til að takast á erfið mál og ekki þá ekki vera hægt að gefast upp að verja að ljúka þeim og þá... En þegar gjá myndast á milli þings og þjóðar. Já, ég kaup ekki þessa metafóru sko og við skáldin sjáum í gegnum svona tal sko. Það var aldrei en gjá milli þjóðar og þings, það var bara Ólafur sem vildi Hefur þú viljað að ISF hefði farið í gegn? Hefur þú viljað að fjölmiðlafræðin farið í gegn? Þá verðum við að taka afleiðingunum að því og einhver tíma verður þá að kjósa eitthvað annað öðruvísi ef það alltaf kemur einhver pappi eða mamma og allar að stilla. Það er svona, sko, ég veit ekki, þó við höfum búið í sko sama húsi og sko þá finnst mér eins og við búum eitthvað alveg á sikvaru plánutri. Af því mér finnst eins og sko, gjáin milli þings og þjóðar er bara nú þegar, sko, hún er svo djúpa, hún er bara svo helvitis gjáin í rannsóknarhengjum, sko. Og við sjáum það bara í könnunum að Íslendingar bera minni traust til bara Alþingis og þíns sjóðsings heldur en nágrannalöndin okkar. Það er eitthvað alvarlegt mein í íslensku samfélagi sem er þessi gjá. Við getum kallaði gjá eða hvað sem en er ekki meinið þetta að það vantar að efla stjórnmálastar, það vantar fleiri svona félög út allan bæ þar sem er að kalla fólk á fundi og ræða saman, fólk kann það ekki og þá kemur upp í staðinn kannski þetta að ef ég vil koma ykkur til leiðar, hvað get ég gert? Boðið mig fram til forseta. Ég valdalaust embætti þeirra sem að ræður einhver. Þetta er eitthvað ekki alveg að ganga upp. Já, forsetinn getur tekið handbremsuna og mér finnst í raun og veru að það ætti að vera þannig ennþá. Hverju svo sem verðum breyta af því að það er bara alls konar í gangi eins og við vitum niður á þingi og það er alveg svona, mér finnst vera ágætis kostur að vita þó allavega gæti einhver einn aðili gripið í þú veist, þegar bíllinn er farin að rása, sko. Svo líka eins og segir áðan stjórnmálastéttin, sko, þetta er orðið alltaf því prófessjón, sko, að vera stjórnmálamæður. Þetta er bara atfinnu svona bladrarras sem að koma fram með hinn og þessi mál og eitthvað svona, en þeir eru bara í vinnunni við að vera stjórnmálamenn sem að mér finnst bara rugl. Í raun og veru. Þannig á að það ekki fyrst og fremst kannski kynslóð Katrínar sem er þannig? Fullkomlega.
Og já, því miður mín kynslu. Næsta kynslu eftir sem kannski Þórdís Kolbrún og fleiri sem er búin að vera inn í flokknum sínum eiginlega bara frá öll fullorðisárin. Þeir aðstofamenn og síðan þingmenn og svo ráðherrar og formenn og Ég spyr þá bara á móti hvað á þetta bara að vera frístund að vinna eins og í sveitin í gamla daga bara í hreppsnefndinni, bóndi á daginn og fá átvita á kvöld. Já, ég held að það er miklu heilbrigðara. Miklu heilbrigðara. Aðminn og prestur og bóndi. Sömuleitt það sem sagt að sá sem að vinna forsetakosningar yfirleitt sá sem að kjósendur upplifa að sé utanakomandi. Og það á ekki bara við Íslandi, þá eiginlega við bara frá heim. Fólk vill ekki stjórnmála fólk. Nei, já, það er náttúrulega verið mjög skemmtileg saga með það hérna á Íslandi með Kristján Eldjárn og Vigdísi og svo náttúrulega kom þetta óvænta með Ólaf blessað, hann heldur betur hann hefði aldrei verið kosin ef þá var ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks, hann kom sem mótvægi við frekukallana þar. Já, en svo náttúrulega megum ekki bara minnumst á það hérna, hann átti sína Katrínu, og það var náttúrulega hún sem að vann kosningarnar. Það var sammála því. Gleymum því ekki og það var Kvenfélagasamband Ísland sem að stuðlaði sigri hans og Ég verði að vera alveg neutral þegar ég hugsa, ég verði einhvern veginn alltaf, ég er svo einföld ég verði alltaf að líta á þannig að frambjóðandinn sem býður sér fram, hann sigri, ekki þú veist einhver sem eru mammans eða partner, eða þú veist einhvern veginn. Hundanir hans, nýkjörinn forseti Argentínu, hann á þetta 4-5 hunda sem eru klónaðir sem að hann heita sama nafninu, kallar hann það ekki eitthvað svona Sókrates og Plato og eitthvað svona, nei, hann kallar það Hayek og hann kallar það eftir aðal spámönnum nýfrjálshyggjunnar. En þetta er náttúrulega samt þegar hjón eru að, þú veist, þá er þetta, þú veist, þetta er, þú veist, þau koma fram saman, þeir, þú veist, alveg eins og Baldur er að bjóða sig fram, en það er samt alltaf að tala um Baldur og Felix, af því að þeir eru dúó og sama tíma eining, þú veist. Það rugglast þessu bara Gunnar Felix. Já, en þú veist, en já, þannig að Baldur og Konni. Alveg svo talar með Ólaf fyrrandi, Já, Guðrún Katrín, hún alveg skipti höfumáli fyrir hans. Ólaf Ragnar sagði líka alltaf við Guðrún Katrín ætlum að gera við Guðrún Katrín. Já, og það er alveg, það er bara þannig. En það merkilega finnst mér að það verður aldrei verið rætt opinberlega þetta. Það er maki forsetans á launum, fær maki forsetans einhver fríðindi, hvar stendur einhver stafur hvergi og allt í einu svo staða komin upp núna sem er mjög skemmtileg að Baldur og Felix bjóða sig fram saman. Það er klárt mál, öll presentasjónin að það við parið og að vissuleiti maður verður stoltur yfir því þó að lifa í þessu landi þar sem að þetta er hægt en það væri gaman að taka líka einhvers staðar alvarlega umræðu það maki forsetans á laugum, Elísa sem var að vinna kynningastarf fyrir Ísland út allan heima, vinna mjög gott starf. Var hún ekki síðan að vinna hjá einhverju einkafyrirtæki? Já, var hún ekki hjá ferðamálastofu sem reyndar einkastýrt fyrirtæki fyrir skattfé. Þetta er mjög furðulegt fyrirbrigði. Það er eiginlega samtök atvinnulífsins sem að velja stjórnina þarna, en þetta er ekki fyrir skattfé. Þetta er vinnið fyrir því fyrirbrigði. En af hverju ekki svona manneskja þá sem að hefur þetta til að bera, af hverju ekki á launum þá sem maki forsetans? En ef að einhleipur býður sig fram eins og Vigdís, fær hún þá tvöfalt laun eða? Nei, ég meina, en það er svo margt svona sem að má ræða, kemur aldrei til tals og allt í nú rennur þetta í gegn eins og þetta. Það er sjálfsagt mál að það kemur fram par núna sem býður sig fram sem par, en það er hvergi neðstar neitt bókstafur til það eru svona hefðir í kringu forsetaembættið sem er bara vikt alveg eftir tungt og ykkur skrifaðir bókstafur og við höfum haft núna síðast mjög áberandi maka forseta og það átti líka við bæðum Dorrit og Guðrúnu Katrínu þannig að ég held að fólk viti alveg maður gerir ekki ráð fyrir því að maki sé á einhverjum launum. Nei.
ef hann ekki frambóði, ég átti mikið því. Mér finnst það allavega hljóma mjög einkjörlega, ég voru að segja. Nei, ekki alveg utanum þetta. Nei, en ég var að fara aðeins yfir að því að það var nefnt hérna fjölda frambjóðanda. Það bara almennt samþykkt hér við þetta borð að það sé bara gott mál eða eitthvað? Katrín hefur talað að hækka þetta upp meðmælinn upp í svona 6.000. Já, ég ætla að fá að vera að samla því. Ég ætla að það væri alveg Katrín, þá Katrín Jakobsdóttir. Já, það var eina tillögunum á stjórnarskrárbreytingunni. Það mætti vera, þú veist, mér finnst alveg eðlilegt að það væri fleiri sem að myndu mæla með. Þá það bara þeir sem eru frægir fyrirfram sem að hafa möguleika. Þá ekki möguleiki fyrir þann sem óþekktur, sem að bara kynni sig í kosningabaráttunni og vinnur hug og hjörtu landsmanna og nær kjöri, að það eiginlega búið að hækka þröskuldur svo mikið að ég veit ekki hvað svona venjuleg ljóðabók, Anton Helgi, hvað selst þú í? Hvað á marga frængur og frændur sem að 150? Já, það það sem að svona, þú getur selt svona upp á svona venjuleg tengsl, venjulegra mannesku. Ok, já. Þannig að 6.500 ansi. Ok, 6.500 mjög hátt frá 1.500. En ég meina sem dæmi, þá var ég í Bragvita venju minni og horfði á línulega dagskrá og horfði á Gísla Martein og þar var hún Halla Hrund Lóadóttir og sem viðmælandi og orkumálastjóri og ég meina að sjálfsögum búin að koma fram í fréttum sem orkumálastjóri en ég meina og í kjölfara þeim þætti þá bara byrjuðu svona raddir að verða hávarar að hún myndi bjóða sig fram, hún ekki búin að gefa kost á sér en ég meina ég veit ok, ég var endar með henni í kvennaskólanum, það allt önnur saga, en sko, þú veist, hún bara hreyf einhvern veginn þjóðina, allan þá sem horfðu, og hafa hort á hana þátt, hún bara einhvern veginn hreyf fólki með sér, og svo bara komin einhver stuðningssíða, og hún ekki búin að bjóða sér fram, sko. En ég að segja, þú veist, það bara plattform fyrir mannesku sem Jú, en það getur ekki allir komist í Gísla Martein, sko. Nei, þú þarf bara að vera hlutverðinni í svoköldu frjálsundru miðju. Það eiginlega bara að vera Baltasar. Já, hvað er Baltasar? Hann er ekki komið lengi. En af hverju mig ekki allir bara vera í frambjóðum? Þetta bara tæknilegt vandamál fyrir pródusenta til að hvernig komum við öllu þessu fólki en Bretarnir þóla þetta, það alltaf þegar þið sjáu þegar að vera að lesa kosningaúrslit í einhverjum kjördæmum. Það kemur alltaf hérna fulltrúi trúðaflokksins, hann fær 18 atkvæði og einhvern svona skringilegan hatt og þetta ekkert raskað einhvern veginn lýðræðinu í Bretlandi að allir mega bjóða sér fram. Já, það er kannski bara rétt hjá okkur, það mega bara allir bjóða sér fram. En það er samtítt hér. Já, bara maður fær sér bara 2-faldan espresso og bara horfir á þetta, skilur við. Dagskrá. Má ég sann spyrja þess að þetta verið svolítið ábyrgðandi í umræðinni, hún hefur verið svolítið svona neikvætt. Hvað, Sigurður, hvað andskotan er þú að vilja upp á dekk? Það er svona eiginlega móttökurna sem fólk færi þegar ég hef verið að tala við fjölskyldu mína og verið að íhuga þetta og ég hef ákveð að bjóða mig fram til forseta og það kemur svona viðbröðin eru svolítið. Hvern andskotan heldur þú að þú sért hvað veldur þess? Ég hef líka verið þetta heim með mér og bara, þú gerir þetta ekki! Það er sem að börn óttast mest að foreldrarnir bjóða sér frá til forseta. Það er ekki til þess hryllilega. Það fara í skóla, það er þungskref. Með skólatöskuna. Þungskref er vægt til orða að tekja. En akkur er þessi neikvæðni? Ég skilja það ekki. Þetta ættu allir að gleðjast yfir því að einhver vil bjóða sig fram til forseta eða bjóða sig fram til þings eða hvað sem er í svona opinber störf. Þannig að það er þetta ekki bara einhver svona gömul minnimáttakenndi í okkur að við eigum bara þykist þú einhver höfðingi? Nei, ekki höfðingi, ég ætla bara að vera forseti. Það er ekki merkilegra starf heldur en annar starf, get ég séð í nokkur ljósi, sko. Svo er augljóslega einhverju sem ætla að vera að nýta frambóðið til þess kom einhverju erindi á framfæri. Ég sé að það er hérna Angela Snæfellsjökuls er að bjóða sig fram og það hljómar eins og að þessi Snæfellsjökull sem er að bjóða sig fram. Já, það er náttúrulega og mér skild það sé nú þannig að Angela hafi farið í þetta þegar hún gerir sig grein fyrir því að hvergi í lögum er neitt sem að hamlar gegn því að Snæfellsjökull geti boðið sig fram en svo væntanlega þegar kemur að því að skrá þetta þá þarf einhverja kennitölu þannig að hún er skráð fyrir frambúðinu en þarna kemur náttúrulega eitt mjög merkilegt sem er mjög áberandi að hvað fáir það segja margir ég elska Ísland en
þarna kemur frambúð sem að minnir á að við erum hérna eitt ríki en svo þetta land sem að sjálfstæður einstaklingur eða hvað, hver að tala fyrir landið, hver að tala fyrir mýrarnar, fuglana og allt þetta. Fuglanir gera það sjálfur, svona. Mjög falleg. Nei, en það fer ofboðslega mikill tími í eitthvað kjaftaði svona reglur og neitunarvaldið og allt þetta, þar sem að mætti oft meira að tala náttúru Íslands til dæmis og menningun og málið og En það ekki akkurat hlutverk forsetans að mæla fyrir öllu þessu? Jú, en ég að segja núna þegar að fólk að koma fram þá fer mikið tími svona stjórnmálatengt tal sem að þú veist, eins og þetta með öryggisventilinn sem hann líka bara vegna þess að margir ekki alhafa en margir blaðamenn og fréttamenn þeir eru með bara spurningarlistan á hreinu sem á alltaf að spyrja alla stjórnmálamenn að. Já. Og það er alltaf bara sami pakkin Dettur einhverjum í huga fáum sorry og að spyrja einhverju nýju hvað stendur til dæmis með sambandi við friðun Vatnajökulsþjóðgarðs sem að ég bara enda að hrilla mig yfir að hafa verið fellt úr gildi eða eitthvað. En kosningabaráttan ekki byrjuð, þessar spurningar eiga eftir að koma. Alveg örugglega, en mér finnst það mest bara að byrja fyrr. Ég heyri það á Möggustínu að hún myndi vilja að kosningabaráttan snerist pólitíska arfleið Katrín Jakobsdóttur. Ég meina, hún alltaf þyrfti ekki að svara mörgum með þessum spurningum og hún verkan hafa talað, Hún þyrfti ekki að svara mörgum með þessum spurningum sem að Sigurður leggur til. Það mútur ekki spurðum afstöðu ríkisstjórnarinnar til þjóðarmálsins á Gaza. Til dæmis ekki, hún þyrfti ekki að því hún hefur alveg gefið þetta allt saman skýrt. Já, ég meina, auðvitað verður spurð það, ég meina, ég gerir bara ráð fyrir því. Munið ekki eftir einmitt, það gæti bara verið eitthvað sleppti í þetta skipti. Þingkosningarnar 2016. Frekar öryggisventilinn. Það var boðað til þingkosningar 2016 af því að út af Panamaskjölunum og ríkisstjórnin leystist upp. Og þá voru haustið, það var senkað kosningunum eitthvað svona 5 mánuði sem stjórnarflokkarnir ætluðu svona vonast til þess að geta sett einhvern spinn á umræðuna að þá var til dæmis í þessum Hanabricks umræðum á RÚV var ekki minnst á Panama. Muni gett því, þá var Birgitta skrifaði Panama á spjald. Jú, ég man Panama kom fram. Þannig að hún var að tala þetta að oft eru spurningar fréttamanna og þeirra sem stjórna umræðinni lagaðar að þörfum frambjóðanda, allavega frambjóðandu fínni flokkana. En svo fá píratar eða Ástór fær alltaf svona hvað þú að vilja upp á dekk Þetta alveg rétt og þetta bara en ég held að við sem við getum fagnað því að nú á sér stað bara í heiminum öllum og líka hér allsherjar afhjúpun sem það er bara þú veist, það er bara allsherjar afhjúpun vestræns siðferðis, svo kallaðs og þú veist, og þegar þú segir þetta þá bara þetta mér í hug, þú veist að það er til dæmis fjölmiðlamenn einmitt laga spurningar sínar að þörfum þess sem að þeir eru að spyrja, séu þeir í valdastöðu séu, notabenni og þetta hefur náttúrulega gengið út í þannig öfgar að það er í raun og veru eins og heimurinn blasir við okkur í dag þá er í raun og veru ekkert í fréttum fáum enga fréttir að heiti geti til dæmis það sem er að gerast fyrir botnum Miðjarðarhafsins. Ég er bara alveg hætt að kveikja RÚV. Það er bara, þú veist, það er alveg meiningalaust að hlusta fréttir. Ég undar mig á fréttunum þar er yfirleitt einhver talsmaður Ísraelsstjórnar og Netanyahu yfirleitt með einhverja svona útskýringar á atburðum dagsins á RÚV. Akkurat. Og ég meina, það er bara erlendu fréttadeildin hjá RÚV. Það eru 3 af 5 eða þú veist, kannski eru fleiri. En veit ég ég er allavega talið 3 hugsanlega 4, ég þori ekki fullir það, sem hafa verið að launaskrá hjá NATO á erlendu fréttastofu RÚV. Þannig að það er ekki kannski viðmikla búast, en ég fagna því að nú skuli fólk bara lifa þessa tíma
tíma þessara afhjúpunar, það sem að sem sagt, bara algjört siðferðis hrun ríkir. Það sem að þögnin einn sko, umlykur þjóðamorðið. Það er alveg bara stórkostlegt að fylgjast með því, svona innan gæsalappa ef við segjum stórkostlegt. En þessi afhjúpun sem ég er alveg sammálaður í þessu og ég held að ef hún á sér stað sem ég held að sé, þá er það vegna þess að það er yngra fólk byrjað að spyrja spurninga og maður tekur mjög vel eftir því hvað er ofboðslega mikil kynslóða munur á Íslandi, bara sko fólk á mínum aldri er lokað og hert og svo lítur maður á ungt fólk 15 ára, 20 ára og það er opið og spyrjandi einmitt og sættir sig ekki við allt og kann orðið að tala og þess aftur. Og því meira sem við fáum af menntuð ungu fólki, því meira líkindi eru til þess að við getum ungt fólk mennta sig bara sjálft sko og það er náttúrulega bara upplýsingarnar sko liggja náttúrulega daldi fyrir og að mörgu leiti en það er þetta svona vand með farið og allt það en sko það er náttúrulega talað það er ungt fólk sem segir bara þú veist þetta er ekkert í boði. Í boði lengur sko. Hafnar öfulega opinberri stefnu stjórnvalda, það held ég við öll Evrópulöndin og þá við Bandaríkin og það er eiginlega svona uppreist gegn afstöðu stjórnvalda til Gaza. Já, ég meina alltaf bara þú veist þessi viðurstyggilega spilling sem að þú veist svona samofna spillingi gegnum allt vestrænt stjórnmálakerfi. Sko hún bara er sko svo viðbjóðsleg sko. Afsakið. Nei, þetta er bara hárreiksur. Þetta eru tímandi sem við höfum á. Það er eitt sem að tengist þessu máli pínlítið. Það kom ríkislögreglustjóri sendi til saksóknara kæru sem Einar Hálfdanarson, lögfræðingur og endurskoðandi minni með hans sé. Pappi Diljá Mist Einarsdóttur sem er formaður utanríkismálanefndar. Hann er að kæra söfnun sem Sema Erla og Solaris stóð fyrir. Hann kærði Sema Erlu og Maríu Lilju Þrastardóttur. Er hann búin að viðurkenna það sé hann sem að gera því? Já, hann er bara, það sé ekki að fela það. Já, það svo við til það sem það var einhverja að reyna að tala við hann að fá upp úr hvort það væri hann og hann sagði, það skiptir ekki öll máli, bara fólk beini augum að málinu sjálfu, sko. Já. Ef ég myndi spyrja þig, varst það þú sem að gerðir þar? Nei. Nei, þá myndir segja nei. En sá sem að gerði það, hann náttúrulega segir eitthvað. Það er eiginlega mjög auðvitað að svara þessar spurningu bara nei. Akkurat. Það er eins og með Katrínu, allar í frambóð. Þú segir bara nei, þú allar ekki að gera það. Þannig ef þú segir ekki nei, þá allar í frambóð. Hvað, langar ykkur að tala um þetta? Ég veit ekki hvað maður getur sagt, annað er bara að já, hann er með greinilega hann hefur miklar áhyggjur af að þú veist, já, þessi söfnin átti sér stað en þetta er ekki mark á þessu, þetta er sett þarna já, ég meina, þú veist, þú leggur fram kæru og þetta er ekki mark á henni, en ég meina, alveg svo þær segja ég meina, þú veist, þær eru með kvittanir fyrir þessu öllu, þannig að þú veist, það ætti ekki að vera mikið vandamál fyrir þær að slá út á borðinu, sko Kæran er samt ekki neitt það er engin kæra, sko, þú veist það sem á að hafa átt sér stað hann grunar ýmislegt en er það ekki alltaf einkennrætt, ég sko, fyrir utan hvað ég hef mikla bara er áhyggjur af þeim feðginum, sko, en það er nú annars en sem sagt, kæran að ég var að reyna einhvern veginn að kynna mér þetta kæran það er engin atburður sem hefur átt sér stað sem kært er fyrir skilur við? Sögusagnir hann telur næsta víst já, en og hvað er það, ríkislögreglustjóri sem að lætur þetta í svona hraðmeð fyrir þetta í forgang þú veist að þá ég meina, maður spyrja hvað finnst ykkur um það? Idiotist. Nei, ég meina að það er bara, þú veist, það eru bara, ég veit ekki hvað það eru þúsundir eða 2000 mála sem að bíða meðferðar hjá embætti ríkislögreglustjóra. Meðan annars innbrot hér inn í samstöðuna sem tækir um hvað stólið. Ég segi það, og það sem sannlega einhver atburð, þannig að það sem sannlega sko einhver atburður átti sér stað, hlutir hurfu og brotist var inn, þarna hefur ekkert, það er ekki verið að kæra fyrir neitt. Þannig að þetta fekk hraðmeðferð. Já. Það segir okkur allt spillinguna hér, sko, bara, þú veist, þetta er bara svona eins og svona okkurlítið sætt dæmi. Já,
Já, þetta mjög sérstakt, það verður bara að segja alveg svo en ég minna þvættingur Já, en ég minna ef hann vil fá að sjá kvittanir og þær séast vera með kvittanirnar þá bara reyða, já þetta snýst það að þær geti sýnt fram og í hvað peningarnir fóru væntanlega, þú veist, ef þær sýna þær þá er ekkert mál, það hefur hann ekkert mál í höndunum Alltaf sé ekki mörg félagsamtökum sem sé bara hlaupum sko. Ég reyna að skilja þetta út frá sjónaróli Einars að þá það er eftir söfnunar sem ekki var sótt leyfi þannig ég þarf ekki að sýna fram á eitthvað það var ekki sótt leyfi Sko nú er ég náttúrulega ekki innstikoppur í búri en sko ég veit að þannig það í mörgum félagsamtökum að efnt til söfnunar Baukurinn láti ganga en ekki sótt leyfi Nei. Og það hefur engin fett fingur út ég hef ekki heyrt það svona svipuðum kærumálum áður sko allavega þannig að af hverju skildi þessi söfnun fá við líka athygli hjá Einari Þetta er ekki súvistabræðurnir sem eru partíi með peningin Nei, nefnilega ekki, þetta er ekki þeir Nei, þetta bara Þannig að þetta er sko mjög sérstakt sko að því það þú veist, þetta verður maður einhvern veginn að reyna ef maður ætlar að kæra eitthvað, það verður kannski að kæra eitthvað misferli Þetta er taktík sem oft notuð í svona harðri baráttu að reyna að kasta rýrð á eitthvað Já Ef ég er svona ég meina hann Ef ég segi svona Maggastína, já það veit hann allir eitthvað Þetta er bara pólitískt ofstæki það er ekkert annað orðið Þetta hefur oft verið notað í íslensku samfélagi og þetta virkar bara mjög vel en eins og í þessu það er náttúrulega líka þetta er einn af þessum eins og ég segi sko það eru fullt af svona köllum að minni kynslóð ég þekki það suma sko og það er bara ekki í lagi í höfðinu því að sko það auðvitað á þó að sé eitthvað kunna vera einhver formsatriði á göllið á þessari söfnun skiptir engu anskotans máli. Við reynum að gera hvað sem er til að bjarga fólki í neyð. Já og sko geðveikin, ef við fyrir bara inn í það, ef við höfum mörgulegt gaman að geðveikin í þessu er svo að söfnunin fer í að sko vinnu stjórnvalda. Katrínar Jakobsdóttur fer í að vinnu stjórnvalda. Það sem að þau bera ábyrgð á því að fólk er ekki sótt sem er með dvalarleyfi og þú veist þetta er þannig þetta er þvílíkt regin hneyksli og ég myndi nú fara með þetta inn í kjörklefan Anton Helgi ef ég verð þú ég segi veginn Það er það svona undarfarið? Ég er eiginlega alveg óð, Ég lofaði dóttur minni að fara með ömmu Guðrúnu í hjartanu að því þá er því eins prúð eins og mér væri frekast kostur. En nú hefur þú búið í þessu samfélagi einhverja hríð. Já. Finnst þér þetta samfélag okkar verða hræstisfullra og meira tilefni til þess að hneykslast á því bara því sem tíminn liður? Ég er bara eiginlega alveg gjörsamlega búin að fá nóg af þessari strategíu sem er iðkuð þú veist hvernig líka að því ég held líka þetta er svona vannmat á þjóðunni svo ég segi það nú aftur þú veist að hvað heldur þessi Einar eiginlega hann sé að gera? Já, hvað heldur er hann að reyna að afla sér vinsælda eða þú veist hvað vakir fyrir þessu fólki? Annað heldur það sem og þú segir það bara berum orðum þetta hefur bara verið iðkað í mörg ár við erum bara búin að fá nóg að þessu þetta er bara það er alveg komið nóg af þessari valdníðslu og þá í okkar tilfelli þú veist sjálfstæðisflokksins bara veist ég bara alveg búin að fá nóg að þessu Líklega lítur að ná að Solaris og Sema og María séu bara handbendi hryðjuverkafólks ég meina þú veist og þessi að flytja hingað inn hryðjuverkamenn til þess að búa hér til einhvers ógnar ástand það hefur kannski verið hann sem að setti inn í kommentakerfi af mér sem ég er svo virkilega stolt af sem talaði við þessi konu nú bara Hamas herfíbl og ég ætla að setja það í símaskrána ég er núna skráð sem sýslumaður Sýslumaður? Já, af því að ég kom að sýslumönnum og var að reyna að vinna mig út úr því hrikalega karma ekki að þau bara mikið að sýsla almennt ég ætla að vera að sýsla ímislegt en já þannig að þá nú verða Margrét Kristín Blöndal Hamas herfíbl Hvað segir þið
maður heyrir þetta stundur svona hugmyndur eins og að bara heimurinn sé að versna og líka bara samfélag okkar sé að versna. Já, ég held sem bara rétt hjá þér. Já, ég held sem bara rétt hjá þér. Og ég meina, fréttir, þegar maður kveikir á fréttum, þá stöðugt verið að frétt eftir frétt að það einhver hætta á að ferð, það einhver ógn sem aðsteðjandi, þannig að það alltaf verið að einhvern veginn svona keyra upp óttan og keyra upp þessa polariseringu sem að við erum öll að upplifa, ekki bara í okkar þjóðfélag, held ég bara í heiminum í dag. Og þar að leiðandi, þegar fólk orðið svona óttaslegið, þá allt í einu bara rosa góð hugmynd að bara fara að kæra eins og til dæmis bara svona samtök sem að hjálpa fólki af því að það er eitthvað meira, það er svo mikil ótti sem býr bak við þetta allt saman. Og eins og ég segi, mér finnst bara og fólk vilja alveg ótta til þess að draga á líkum á því að hér verði einhverju breytingar þetta er bara búið að vera það er náttúrulega betri stjórn eða þú ert með óttaslegið fólki í höndunum segir sagan og ég meina við erum bara að horfa á ótrúlega skrýtna hluti þar sem að það vantar það verður svona samkennd og manngæska á undanfæri og ótti og svona öfgafull öfl eru að koma upp á yfirborðið og þetta er svona þróun sem er búin að vera í marineringu í svolítinn tíma og við erum að sjá núna bara einhvern veginn svona uppskriftina verða bara að einhvers konar drulluköku sko. Og mér finnst það óbáslega sorglegt og mér finnst líka bara sorglegt í kjölfarið á Eurovision keppninni hérna heima með Bassat og Heru hvernig einhvern veginn, ég sá það bara á kvöldinu og byrja bara einhvern veginn hóparnir að tvístrast bara já, þú veist, þá snerist þetta ekki lengur sko tónlistaratriði, heldur var þetta sko bara múslimar á Ísland eða einhvern veginn og maður bara svona já, ok, þú veist, hvers konar, þú veist, þannig að og fólk að vera fyrir aðkasti og svo heldur þetta bara áfram. Ég veit ekki á hvað ferðalagi við erum og ég veit ekki hvað þarf að gerast til að þetta breytist en mér finnst þetta sorglegt. Við erum á fasista ferðalaginu. Mér finnst þetta sorglegt. Við viljum ekki vera í sama félaginu. Hvernig hafa ferðaltímar verið núna bara frá því ég man eftir mér? Það er eitthvað neikvætt í útlöndum, eitthvað neikvætt á Íslandi og svo endað að mynda fugli. Stundum við tala við almenningin í kringlunni Ertu búin að gera allt fyrir jólinu eða eitthvað? Já, eitthvað svoleiðis. Þú veist, þetta er bara svona neikvætt svo kemur eitthvað svona dúllegt í rétt. Þær að halda þér fram að við séum eiginlega bara þetta sé að versna mjög hratt núna. Þetta er búið að vera að versna mjög hratt mjög lengi og sko það er ekkit nýtt að svona skröggar eins og við sem að finna því hvernig nútíminn sé orðin sko. Það er ekki skröggar sko. Nei, en svona bara Hamas hirðfíbl. Já, bara óbreytt sko. Já, óbreytt. Nei, en þetta er alveg satt og þetta er náttúrulega sko, ég var að hugsa þetta í sambandi við Eurovision sko, þú veist að við tala svona struktúrin á þessu sko, að eins og þú verður vitnaði að fólk fer að skiptast í fylkingar og og allir þessi aðkoma RÚV, hvernig útvarpsstjóri tjáir sig til að byrja með að sko, hann sé bara hafa ekkert þetta að segja og allir bara látið þetta í hendurnar og flytið þetta og eitthvað svona og svo er nú eitthvað svona, einhverjum þykir að var samt hvernig þessi sigur varð og allt er góð það og svo bara útvarpið rannsaka sig bara sjálft og það segir sér allt í lagi og þú veist, þannig erum við líka með þetta sko þetta er lagakeppni þetta er, Eurovision er lagakeppni þar sem að lög keppa sem að höfundurinn er eiginlega sá sem að keppir höfundurinn vill ekki fylgja laginu á pólitískum ástæðum. Hann tróði ekki tilbaka eða neitt, hann bara vill ekki mæta á svið. Nei, það er vegna þess að þetta, sko við lifum nú í þessu kapitaliska samfélagi, höfundurinn er búin að skrifa undir það aldamúsík á þetta. Að aldamúsík og RÚV eigi lagið, eða eigi flutningsréttin held ég að laginu. Sko. Veitir hver á aldamúsík? Já, það er bróður minn, hann Sölvi Blöndal. Hann er búin að selja það. Nú er það? Já, hann seldi það eitthvað af þessum stóru keðjum og aðaleigandinn er auðug ætt í Frakklandi sem auðgaðist mikið á svona nýlendu viðskiptum á meðal annars hafnir víða í Austur-Afríku. Já, þetta er Universal, eða ekki? Já. Og svo er það svona svoleiðis fólk sem á þetta.
En sko... Þau eiga höfundaréttin að framlagi Íslands. Það þetta fólk sem að fara að keppa fyrir okkur. Já, það finnst mér viðeigandi, sko. Og en söngkona lagsins, sko, hún svo áfram að komast í þessu keppni, einhverjum ástæðum sem ekki alveg kunnar. Þú veist að ég geti, og bara, ég ætla ekki að fara að láta þetta yfirtaka þáttin, en sem sagt að allt í hennu lagið orðið eitthvað aukaatriði, söngkonan orðið aðalatriði og hún gerir ekkit annað heldur en að hampa framlagi Ísraels og ég hugsa bara á hvað skauta svo er maður komin bara. Þetta bara... Anton Helgi, það þannig að við séum ykkur svona þessi mein í samfélaginu, að við séum að þessi skautun, upplifðu þú hana? Það mikil skautun. Þú alltaf ofta að posta svona einhverju jákvæðin á Facebook. Hvað á það að þýða? Þú eins og þetta að lækna eitthvað ástand. Sko, ég held að ef það eitthvað, sko, það sem eitt sem hræðilegt í gangi sem komst inn á, það þetta með ótta fólks og hræðslan við að segja hvað mér finnst, hvernig mér líður, hræðslan við að vera ósammála þér, hræðslan við að takast á. Við þurfum að læra að hantera þessa hræðslu og yfirvinna þennan ótta til þess að við getum, og ekki síst þetta, einmitt að þóra að vera bjartsýn og þóra að vera jákvæð. Já, ekki gleyma fegurðinni. Já. Ég tek undir þetta, það mótvægi. Við smíðum nú þetta rauða borð til þess að við getum sittið hérna og rætt saman, meðal annars við fólk sem við erum á saman. Þannig bara hannig. Var þetta óttan að því að tala um þetta, því að ég nefndi hérna Vestur-Afríku. Ég man það ekkert var í Tógó, í Lóme höfuborginni, og þá svona hverfisskipt svolítið eftir svona, það sérstakt hverfi þar sem að fólki sem í hernum býr og þeir sem eru sko valdablokkin býr í sérstaklega hverfi og svo svona intellektúalið búi í öðru hverfi sem voru kannski það fólk sem að vann frelsisbarátuna, en svo kom náttúrulega eins og víða að þá voru nýlendu herrarnir sem að senda okkur svona liðsfóringja í hernum til þess að ræna völdum og svo ætt hefur haldið völdum alla tíð. Og núna sonurinn við völd eftir að kallinn hafði verið í völd í 36 ára eða eitthvað. Svo fór að líða kostingum, að þá svona þjóðvarlið eitthvað skonar, sent inn svona herrlögreglu típa með kylfur og fer inn í þetta hverfi þar sem að svona intelligensian býr eða svona frjálslyndara fólk, svona stjórnunarstöðuna og landi fólk, bara gekk á milli og bara barði fólk og ég spurði hvaða taktík þetta? Að það er bara til þess að planta óta. Já. Það er ólíklegt að fólk kjósi. Já. Þannig að þetta víða notað í pólitík. Og þetta mjög mikið við líði núna. Þú veist, alls það Evrópu eins og í Þýskalandi, gyðingaofsóknir hafa aldrei verið meiri í Þýskalandi heldur en núna, sko. Einmitt hjá þessu sem segir, sem við alltaf svolítið svona skemmtilegt, þetta intellektual gyðing. Já. Nei, það er rekið bara úr embættum og bara hægri vinstri og bara að því það hefur talað kannski gegn þjóðamorði. Og það var til þess að planta ótta. Þetta er náttúrulega í bandarískum háskólum, það var bara að vera að reka fólk hægri vinstri. En þetta tekja ekki til þess fréttir á Íslandi, sko. Þú veist, það er bara að vera að reka fólk að mitt hægri vinstri í háskólum. En þetta hefur nú alltaf verið svona í okkur, við erum vönd þessu. Ef að þú sýndir einhverja svona smá sósíalíska skoðinni þá fékkst þú nú, gast ekki eins og vænst þess að verða sko yfirkennari, sko. Af sömuleyti þá erum við við höfum það mörguleyti mjög gott og við erum hérna úti í hafið og þessi verið að minna mikið á það núna þessa dagana hvað hernaðarlega staðan sem mikilvæg Ísland statt á þessum stað og það verið að halda upp á afmæli NATO, 75 ára. Það tala friðarbandalagið ennar Lilju mist. Ég mæli með viðtalið sem ég tók við Ögmund Jónasson þegar NATO átti afmæli, var það ekki í gær. Ég hringdi í hann að því ég vaknaði við viðtal Boga Ágústssonar við Björn Bjarnason afmæli NATO, þar sem þeir grenjuðu ofan í afmæliskökuna af fögnuði. Þannig ég kallaði Ögmund til þess að fá svona aðeins smá öðruvísi sjónarhorn á þetta fyrirbyrði NATO. Getur við til þess að hlusta á það. Sko ég kynntist aðeins öðruvísi sjónarhorn á NATO fyrir nokkrum árum síðan. Tvisvar í tvígang fór ég til Litáin og kynntist fólki þar og hef verið í sambandi síðan.
og lendi eitt kvöld manni eftir í samverðan með, sko, satt í hópi með strákum og stelpum svona á mínu reiki og svona, já, skáldahóp og svona við sem að deilum svona áliti á flestu í heiminum, þá gæti koma allt í einu umræðinu með NATO og þá bara komi ljósa vinir mínir bara að líta á NATO sem frelsara og ég fyrst ég held þetta væri svona djók í umræðinu, nei, og svo fór ég smá saman að skilja auðvitað, það er bara ógnin og óttin er svo mikill við rússana og söguna og allt það sem það var að Galabússurnar. En fórstu þá heim og hugsaður, já, við Íslendingar verðum alltaf að hafa sömu afstöðu til NATO og þeir í Lettlandi? Nei, ég gerði það ekki, en ég fór vissilega þá að hugsa sko, það er margar hliðar á þessu og hvernig á maður þá að presentera friðarbóðskap á móti, sko, af því að ekki er NATO að gera það góða friðarbandalag. Kemur bara hérna. Það sem er sérstætt við þessa viku er náttúrulega þessi upptaktur af forsetakosningunum. Þá erum við lent í sem að við gerum kannski ekki svo oft þegar við viljum svona tala um málefni og nú eiginlega verðum við að tala um fólk. Jón Gnarr, má bjóða ykkur hann? Jón Gnarr sem forseti? Ég var stórlega að það verði en hérna ég bara einhvern veginn hef ég ekki trúið en það var náttúrulega afskaplega fyndið og skemmtilegt reyndar og ég hef mikið dálæti á Jóni Gnarr sko fyrir mjög margt það líka lætur bara allt vaða sem hún dettur í hug sko sem að er misholt fyrir manni þjóðfélagi. Hann er stuðningsmann NATO, ég man það, því að hann fann svona til svona kinship með Zelenski, forseta Úkraínu, sem að mun hafa ekkert sagt að borgarstjóratíð Jóns Gnarr hafi verið hvati til hans að bjóða sig fram sem svona gamanleikara. Gaman að því. Takk fyrir ekkert. Natalie, Jón Gnarr? Já, hann er sterkur kandidat, alveg klárlega og Myndi sitta svip á Bessastöði? Já, absolutt. Og við hliðan á honum stendur líka bara stór glæsileg kona, Jóka, konan hans. Þannig að þau tvö, að því að ég líti á þetta sem, þetta er ekki bara eins mann starf, að mér finnst þau, og mér finnst að þau eru bara stór glæsileg á Bessastöðum. Já. Margrét Kristín Blöndal, þú varst þessunni í flokk og frambóði með Jóni Gnarr. Já. Þannig þú ert innanbúðar mannessi. Já. Má bjóða þér hann sem fyrsta? Mátt segja pass ef þú vilt ekki. Ég held ég bara, ég ætla að segja bara pass með því að segja pass, sko. Það er bara, þú veist, ég held bara að segja það sem ég sagði áðan, sko. Þú veist, það er alveg merkilegt einhvern veginn svona í hvernig, þú veist, hvernig við miðaldra fólk, sko, finnum okkur eiga hitt og þetta skilið, sko, í lífinu. Og þú veist. En er þetta ekki þjónust? Er ekki fólk að fórna sér með því að bjóða sér undir fórsta? Er þetta fólk að sækja eitthvað sem á skilið? Þetta er náttúrulega ríkalegt jobb. Þú meinar, það sem ég var eiginlega hissa á í sambandi við hans frambóð var að einmitt að því að ég ímynda mér, ég veit ekki hvernig starfið er, sko, en ég ímynda mér ofta að þetta sé, svona það sem stoppa mig til dæmis ég að bjóða mig fram, er að ég ímynda mér að þetta sé svo fyrir utan börnin, óbærilega leiðinlegt, eða skilur einhvern veginn, þú veist, ég svo bara, þingsetning. Hún er ekki oft, hún er nú ekki oft sem betur fyrir. Þú veist, já, hún er ekki oft, ok, og maður getur alveg komist í gegnum daginn þar og allt þetta. Og eitthvað svona að láta hylla sig, ég bara, gott, þú veist, eitthvað svona, að því að honum fannst, hann tjáði svo oft það að honum finnst svo leiðinlegt að vera borgarstjóri. Það var alveg, og taldi niður dagana, en ætlaði að þrauka, og svolítið svona eins og Katrín, ætlaði að þrauka, og þraukaði, sko. En það var alveg 364, 363, 362, Þannig þau veist ekki passa að hann vilji fara inn í svona sambarlegst. Ég var bara hissa, sko, á því.
Kannski fekk hann svona hvatningu og hann upplifir að hann verði að svara því með einhverjum hætti. Takið ekkert mark á því, þetta allt bara egoið sem að... Ég ætla ekki að fullera neitt það en með grunninn mislegt. Hvernig myndi Anton Helgi, ef þú færði ekki í Katrínu, myndur þú... Mér til þess Jóngnar. Já. Eða Steinunni með frambæðaloftur. Halla Tómasdóttir finnst mér líka að það er margt fólk sem hefur margt gott í þetta starf. Já, þetta er góðu fólk. Jón lét hafa eftir þess að hann vildi gera forsetaembættið skemmtilegra og mér finnst bara það sem umræðuefni ofsalega skemmtilegt sko. Ég er ekki alveg vissum að sko strax að ég sé sammála en það er verðt að ræða það einmitt út frá þessu sko hvaða hefðir erum við að halda í hér sem að eru bara bull og vitleisa og Jón gæti brotið upp sko. Ég hef bara mistað því að hann ætlaði að gera það svona óbærslega skemmtilegt. Já. Mistur á því? Já, ég hef bara mistað því. Hvernig er það, hvað heldur hann eigi við með því að það sé skemmtilegra? Ég sá þetta bara sem fyrirsögn ég held að vera í heimildinni eitthvað í morgun, ég las það ekki en ég skilði það svoleiðis að það er að losa ýmsar svona fastar hefðir sem að vitum ekki af hverju eru þarna eitthvað þess að það. Í könnunum þá hafði hann alveg ótrúlegan stuðning með yngstu kjósatana sem er reynda líklegast til þess að mæta ekki kjörstað. Og ég sá það þarna þegar hann birti myndbandi þá var það inn á okkur svona síðu, svona page á Facebook. Við sagði 92.000 fylgjendur á þessum síðu. Þetta er bara eins og MBL.is. Sko ótrúlegur. Sko sem að, og þú veist, og það er svona, þú veist, hafa orðið svona kynslóðaskipti, þú veist, í hlustun á þætti, hann er búin að sama þáttinn, sko, bara alveg 100 ár. Og hann og Sigurjón, og svo verða kynslóð. Eins og Gunnar Felix. Já, ég segi það, sko, já, svo bara koma nýjir áhrendur og og fílað, sko. Jóngnar er áhugaverður frambjöðið. Þú nefndir Steinunni Ólínu í sama, en hún er ekkja. Hún er ekki með, þið hefur búin að leggja svo mikið í blóð makana. Þarf hún ekki að finna sér mann? Nei, alls ekki. Alls ekki. Ég sko alls ekki agitera fyrir því. Mér langar bara að taka það mjög skýrt fram. Og mér finnst bara æðislegt að hún stígi fram hún er líka flottur og mjög sterkur kandidat. Ég bara segja að ef að, sko, það er maður sem á konu, að þá er hún við hliðin á honum eða kona sem á mann þá er hann við hliðin á henni. Það er ekki að fela makan. Nei, það er ekki þannig að þú veist og kostum það verður þetta áhugaverð. Já, þú veist að þar myndi maka sem er til vandræða, það stundum með svona einhverju fjölskyldumeðlimur sem er til vandræða eins og hún er verið sópandi teppið bróðir Carters sem var alltaf til vandræða. Já, en ég meina þarna kemur kosningabaráttan og hvernig teymi ertu mig í kringu þú þarfst bara að sópa þessu fólki til teppið á meðan að baráttunni stendur. Þannig virka það. Slippa þessu út þegar hann verður búin að vinna. Já, það er reisa, það er heimsreisa meðan það ekki 4 börn? Jú, við eigum 4 börn. Við eigum 4 börn. Þið? Hún er fyrirhundi sambýliskona mín, þannig ég get ekki tjáð með hana. Þú er til að mjög nákomin eiginlega flestum frambjóðanda. Já, ég segi... Jakob Fríman er að hugsa, hefur ekki spilað með honum eitthvað? Nei, ég held ég ekki spilað með honum. Hvernig líst ykkur á það? Hann er undir feldi. Ég tjá það þegar hann kemur undan feldinu. Nú erum við bara að tala sko, þá sem eru búin að gefa kost. En Halla Hrund, þú nefndir hann ekki? Ég bara, já. Hún er undir feldið þá? Er hún undir feldið samt? Það er bara fólk búið að sko hvetjana vegna svona einskjara lífsgleði og svona lífsbyrtu og orku. En hún sagði í þessu þætti svo að vita til. Þá sagðist hún alltaf að fara austur í sveitir og heyra í sínu fólki. Já. Hún vill ráðfæra sig við fjallkonga hvort hún ætla að fara fram. Svo fóru reyndar á landsleikinn ásamt öðrum frambjóðundum. Það þótti vera gott fótó-opp að vera ef Ísland myndi sigra. En hún sagði ef þau myndu vinna, myndu bjóða þessu fram og þeir töpuðu. Málið er bara það að hún er í mjög mikilvægu starfi akkurat núna. Hún er eldklár og þú veist, þetta er svona, maður vill ekki missa hana það, sko. Það má ekki byggja jólasveit. Ég hef ekki viðtalið hana. Já, hún er eldklár og það má engin jólasveit fara í þetta orkumálastjóra starf, sko. Þannig þetta er erfitt, sko. Ég var alveg til hún á inneign, hún á forseta inneign, kannski ekki núna, ekkert tíma seinna. Ég veit það ekki. En talandi í hvaða landi við búum og annars líkt, ég verði hvert skipti sem ég heyri orkumála
stjóra að tala, þá hugsaði ég, já, þessi manneski verður rekin á morgun, sem sagt. Akkur segir það? Vegna þess að hún talar af viti, hún kemur vel fyrir orði og bara setur hlutin í samhengi sem að það gengur ekki. Hún bara okkar besta koni í brúnni. Það gengur. Hún minnir mig á svona embættismenn munið getur þegar Ólafur Ólafsson var landlæknir. Hún minnir mig á það. Það var svona, bara með þeirri kynslóð, þá dó út þetta fyrirbrigði að þú væri með eitthvað embætti og þú væri sem sagt í embættinu með einhverjum hætti og gæti tjá þig. Þess að Ólafur gerir þetta mjög vel, en síðan því miður að þá er það ekki bara fyrir en að hún kemur, að maður svona... Ég verð að veita þessari konu andaglega. Já. Helga Þórisdóttir, forstjóri persónuverndar. Hún talar svolítið það að hún hafi verið í erfiðu starfi og þurft að standa upp í hárin á stjórnvöldum og svona. Það veit ekki eftir því. Ég verð að viðkjanna, ég hef ekki tekið eftir hennar frambúðinni, bara sá nafnið hennar, en það er vissulega mjög áhugavert að heyra hennar bakgrunn líka í því og það væri gaman að... Þú getur farið og leitað upp í viðtal sem ég tók við hana hérna í vikunni. Okay. Guðmundur Felix. Já, einmitt. Hann er komin fram líka. Hann er á leið til landsins frá Lyon í Fraklandi. Einmitt. Og hans... Hvað gerir ekki á því hverju þetta er? Nei. Jú, þetta er hérna... Hann misti hendurnar í alvarlegu slyssi og fekk þar ágreiddar aðrar hendur. Já. Hann er einn mesti kraftverkamaður sem Íslandi hefur alveg. Gangandi kraftverk. Já. Já, og hefur hann svona haft eitthvað svona sérstakt... Ég heyrði bara símaviðtölu við hann og þá var það svolítið lagt upp það að hann hefði upplifað svo mikinn stuðning hjá íslensku þjóðinni, meðal annars frá Guðna, og hann alltaf einhvern veginn að virkja það með einhverjum hætti. Hann hefði kynst góðu hliðin á íslensku þjóðinni, eins og þegar við heyrt til dæmis Grindvíkinga tala um að hvað það verið tekið vel á þeim svona í bara venjulegu fólki, á meðan að þau eru kannski í vonsvíkin um það hvernig það opinbera hefur gert, að þá fannst mér að vera að tala inn á svona þau góða samfélag. Já, og vildi þá... Verða fórsti. Ég hugsaði þegar ég var að segja þetta byttu, er þetta ekki svona maður sem ætti að vera maður ársins frekar heldur en fórsti? Hann verður margótt verið það. Já, en kannski, það er eitthvað til í þessu samt svona maður sem hefur hans reynslu, hann er vel máli farinn og getur farið á milli og tala við þjóðin og sagt sína sögu. Sem er sigursaga og verið hvetjandi og ég veit það. Og hann saga er náttúrulega mjög merkileg, hann mistir báðar hendur við öxl sem er náttúrulega hryllilegt. Þú getur bara ímyndað ykkur hvað allt það sem að þið eru að gera dagstæðlega sem þið getur ekki gert allt í einu. Og hann fór í mjög þunglindi og ég held að hann hafi drukkið og verið búin að missa eiginlega bara reiðin ein, en vann sig upp úr því og fann einhverja trú á lífinu og það var hann sem að leitaði raunverulega uppi. Hann var búin að ákveða að fá á sig græddar hendur og leitaði uppi menn sem voru til að gera það og það var í fyrsta skipti sem þetta var reynt í heiminum. Það hefði mögulega ekki verið gert nema vegna þess að hann eiginlega var hvatamaður að því að þessi tilhögun var gerð. Sem að segja nú sína sögu þennan mann, sko. Þetta er eiginlega stórkostlegasta hetjusaga sem að við... Já, í rauninu. Mjög. Jú, það er klárlega hetjusaga sem að... Þá bara eftir að spyrja hann sko hver afstæða hans er til Gaza og þjóðamálsins. En til þess eru kappræðunar. Til þess eru kappræðunar. Þú fær 2 mínútur. Og bara kosningabaráttan eins og hún leggur sig, fer í þetta að fólk kynni sig og kynni sín mál. Þannig að það er bara spennandi tímar framöndan. Ok, ég er ekki búinn. Það er fleiri nöfn. Við erum þetta eins og presskostningar. Nú getum við talað með fólk. Ástþór Magnússon? Byrga aðeins í ásinn. Sorry. Hann kemst ekki upp. Ég meina, hann er með, þú veist, hans boðskapur er bara mjög mikil segla. Boðskapurinn er skýr. Já. Og ég meina friður 2000. En ef þú fær alltaf minn og minni árangur? Það er aftur alltaf saga. En ég bara segja að boðskapurinn hans er skýr. Já. Og hann er alltaf bjartsýnn, ég meina, með... Ég get ekki annað aðstafanum fyrir þess að segla og koma aftur og þó að sé ekki nema bara að segja þetta einu orð, friður. Já, algjör og einmitt, af því það einhvern veginn hefur verið gjaldfellt svolítið og
og einhvern veginn eins og bara orðið eins og bara eitthvað sko tabú að tala um frið. Nákvæmlega. Þannig að við erum stundum þeir sem tala fyrir frið í Evrópu eru sakar að vera stuðningsmenn Pútín sem svolítið skrítið vegna þess að hann eiginlega fer með svona herlið inn í annar land. Það er svolítið skrítið tenging. Já, hann byrjaði á að segja þetta bara fyrir langa löngu sko, þannig að hann Ástar. Þannig að hann alveg... Hann er með þess að friðu 2000 Ég er að segja sko, þannig að það er ekki að bendla þennan frið við neitt annað en bara frið. Já, ég líka bara tek ofan fyrir því að Og það er líka eitt sem hann sagði í upphaflegu kosningabaráttunni 96 að virkjum Bessastaði og ég heyrið að það er vilji eiginlega allra sem eru að bjóða sér fram að gera eitthvað við þetta embætti og það á til dæmis við Baldur Þórólfsson. Byrja, hann ætlar að gera hvað? Ég held að hann ætlar að tala fyrir friði til dæmis og mannréttindum ekki bara samkynniðra heldur allskyns Fyrst honum líka þá... Þessi bakslag í mannréttindabaráttunni ekki bara hér heima heldur erlendis og hann vill að forsetaembættið tali svona fyrir mannréttindum, lýðræði og friði. Ég held kannski, hann kannski lítur á NATO þá líka sem friðabandala. Já, hann er fylgjandi veru Íslands í NATO. Ég segi það, þá er svo einkennilegt að geta að tala fyrir friði. Og vill efla íslenskan her eða vildi það verið tveimur. Íslenskan her? Já. Hvernig getur maður, hann hefur ekki sagt friði, hann hefur sagt eitthvað annað. Hann sagði að þetta hefði verið sagt sig, en hann hefði aldrei verið hvatamaður þessu. Mér finnst hann og Felix vera sterkt tvíegi og bara hlaka til að sjá hvað hann hefur að segja í sinni kosningabaráttu. Ég gladdist þegar hann bauði sér fram, því að mér finnst það bara flott. Já. Ég geri það reyndar ekki. Hann fyrir fljúandi start í kosningabaráttunni, mælist. Jú. Hann er alltaf eldklár. Og ég meina, sko, en það, eins og ég segi, þetta með klárheitin, svona, það er alltaf ofmyndið, sko. Þetta, þú veist, með klárheitin, sko, svona, þú veist, einhver þurfa að vera svona ofslega klár til þess að gegna embætti fórseta. Þorbergur Þórðarsson orðaði þetta ágætlega. Hann sagði að það væri til fólk sem væri rosalega greint en það væri karakterist heimst. Og það átt hann við það að greindin fer ekki endilega með okkur, sko. Þannig að við komumst á réttum niðurstöðum. Heldur verðum við að þjálfa hjartað okkar. Já, ég held að það sem lykilatriði, sko. Það er eiginlega greind, sko. Það er svona svolítið eins og systir mín sagði mig einhvern tímann, sko. Já. Siggi er ekkert rosalega heimskur en hann er stundum alveg rosalega vitlaus. Já. Það vantar ekki í þig helvítis grindina, Siggi. En djúvöld lettu vitlaus. Já, það er svoleiðis. Þetta er þessi systkini segja við mann. Þetta er bara mikið hrós. Þetta er þessi systkini segja við mann. Já. Herðu, ég er ekki búinn. Alla Tómasdóttir? Rétt. Já, sko, mér finnst hún koma vel fyrir og Hún er klár. Það er Halla Tómasdóttir, hún hefur búið sér fyrir máður. Já. Hún fikk 28% eða minni mig, 27 kom eitthvað eða hvort það var yfir 28, ég maður ekki. Hafði mæls bara með 2% fram eftir kosningabaráttunni, mældist með 7% fyrir að vika eða 10 dagar eftir kosningar en landaði 28%. Það er nú alveg stöngir inn, sko. Já, það er alveg vel að segja vikið, sko. Og hefur svona talað fyrir menntun og er svona innmentaða kona sem að stíður fram. Með mikil alþjóðleg tengsl. Já. Og það er það sem að kannski síðan heyra maður sem að hafa það á mótinni að hún er svona tengist viðskiptum eða tengdist, ég veit ekki hvar hún er núna. Hún var framkvæmdastjóri viðskiptaráðs árunum fyrir hrun, þar sem að meðal annars viðskiptaráð mælti með því að við tækjum upp ensku sem annað tungumál og breyttum Íslandi í svona skattaparadís eins og lagið þessu. En hún er búin að afneita þeim skoðunum. Snjallar hugmyndir. Þetta þótti eðlilegt þá. Og hún segir í dag að hún hefði einhvern veginn vaknað upp við vondum draum. Að þetta væri stefna sem væri hörmuleg. Já, það er alltaf gott að maður lærir reynslunni. Ok, Arnar Þór Jónsson. Já, Fullveldi sinni.
Hann hefur bara eitt mál, ég tengi hann bara við eitt mál og það það að hann á móti því að við fáum tilskipanir frá Evrópusambandinu og það finnst mér bara, ég á móti því vegna þess að ég vil fá eins margar tilskipanir og hægtir og helst að við göngum bara í sambandi fyrir kvöldmat. Ég innilega smál því reyndar. Innilega ósammála. Ég vil hafa okkur bara í Evrópusambandinu, það bara sko til dæmis þegar maður heyrir rekkin já þá missum við allan fiskinn. Það langt síðan við mistum allan fiskinn. Guðmundur í Brim bara með fiskinn sko. Já, þetta bara við eigum ekki raskat í Samherji fiskinn. og Guðmundur í Brim. Já. Ég held ég sé búin að fara yfir svona alla sem eru, ég ætla ekki að þylja upp listan á öllum þessum 67 eða eitthvað, ég rífressa stundum og það bætist alltaf við. Þetta það skemmtilega við þetta. Já, það 66 sem eru núna. Það sem ég rendi við hennan lista og komið mest óvart og ég var hann hálsvektur, það var bara ein manneskja sem ég þekki persónulega. En við spurum með leikslokum af því að það ennþá hægt að bjóða sér fram. Okay. Já, það alveg skemmtilegri framboð. Til 29. Fyrir kvöldmatt. En hvernig líst ykkur á verður þetta skemmtilegt? Já, potið. Hvað fórsetar hafa þetta? Nei, ertu að meina þetta sem framundan og talaður þessu spennandi? Þú ert ekki bjartsýn, eins og Bjarti alltaf yfir þeirra, þá við bara áhyggjur af þér hvað þú ert þið finnst þetta bara ekkert skemmtilegt. Ég finnst margt skemmt. Þú ert bara eins og þið er búin að missa trú á bara mannkynið. Já, ég hef svolítið mist trú á allavega ákveðnum hluta mannkynsins. Það er alveg rétt hjá þér. Og þér finnst Katrín Jakobsdóttir að vera frambjóðandi þess hluta mannkynsins sem þú búin að missa trú? Já, og þetta, mér finnst það bara, það er mjög dapurlegt. Og en maður verður kannski líka mitt bara að reyna að virkja að þú veist hann dapurleika í eitthvað sko. Þú veist, þannig að getur vel verið að ég bjóði mig fram bara. Bjóði fram? Þá sem svona, þá myndur þú hvað að elta Katrín Jakobsdóttir á röndum? Já. Ég meina, eru þau ekki alltaf á sama staði eða eitthvað svolítið? Ég meina það ekki, ég er búin að reyna að ná tali af Katrínu í allan veitur. Nú, hvað vildur þú tala um hana? Gasa. Hún er ekki svara mér. Nú, hann glæða mann hund á þann. Tölvupósta, skilabóði í gegnum Facebook. Ég er búin að standa sko dögum saman, vikum saman, mánuðum saman. Fyrir fram utan vinnustæðina. Ríkisstjórnarfundi. Já. Ég hef séð þið þar með, stundum með gjallarhorn eða ekki? Stundum með gjallarhorn og stundum ekki, stundum er ég bara með svona kjuða sem ég svona læt dynja á grindverkinu en hún hefur ekki svarað mér sko. Þannig að þetta getur verið kjörtækjum. Svona til þess að við getum spjallað saman. En þannig að ef þetta er bara 3 mínútur á manna þá kemur eitthvað lítið út. Það eru fleiri þættir en bara RÚV. Það er Bylgjan og... Ég er búin að tala við Höllu, Ástþór, Helgu, Baldur og fleiri, nú gleymi ég einhverjum, meins að Agnieszku sem ég nú ekki alveg vissum að ná í 1500. Agnieszka Sokolovska. Ásdís Rán, þú ert ekkert búin að spura hvort. Nei, hún ætlaði að íhuga að koma. Jón Gnarr kemur mánudaginn, þannig að ég rekna með að ég tali við alla sem að buðu sér fram. Ég gerði það með þess að við alla sem að vildu vera biskup. Við fögnum þessu við Rauðaborðinu. Við segjum alltaf, takk fyrir að bjóða fram. En hvað heitir hún? Sigrún Hrund? Já, ég er búin að tala um hana. Já, minnst merkilegt að hún virðist ekki hafa hana. Hún byrjaði fyrst, og kynnir sem fjárfesti og ágreinilega peninga vegna þess að hún hefur efnaði að auglýsa aftur og aftur og aftur í miðlum. Og það síðasta sem ég sá frá henni var reyndar gömul auglýsing en er henni birtingu varðandi það að það sé erfitt að ná í 1500 meðmælendur. Já, það sé erfitt. Ég held að þessum var ég að spyrja þetta um ljóðabókina. Af því að ég held að fólk haldi þetta sé auðveldur en þér. Já. Af því að þú er svona 200-250, þá ertu búin með alla frængur og frændur og svona það sem standaði næst svona. Og svo þarftu einhvern veginn að komast yfir eitthvað. Við notum þetta í gamla alda þegar við vorum að gefa út lausasölublöð. Að annarkvort seluru blaðið í svona max 1200 eintökum.
eða 5.000. Því að það þýðir að hérna breykar við. Og þannig að til þess að ná upp úr bara 1.000 eða 1.200, þá þarf þetta að breyka með einhverjum hætti. Þannig að þú hafið einhvern meðbyr með þér. Það að ætla að fara og sækja þetta stykki fyrir stykki, þá þarf þetta að vera eins og ástur. Og ég hef hitt ástur í bíó, hann hefur komið hingað fram þegar við erum með fundi sósíalistar, hann allsstaðar þess að fólk kemur saman, vegna þess að hann veit hvað þetta erfitt. Það er reynslunni. En eitt í þessu þá, varðandi hana, Sigrún Hrund, fjárfestir. Sigríður Hrund. Sigríður, já, sagði það. Að ef það er svo að hún á peninga, hún allan getur kostað auglýsingar, sko, þá bendir það allt til þess að það er ekki eftir að kaupa sig inn í þessa athygli. En ég hef sérst talað við margt af þessu fólki og mér finnst þetta allt merkilegt fólk og góða sögu og ég hveti ykkur til þess að skoða þetta. Mér finnst þessi viðtali sem ég tók við Ástór verða stórmerkilegt, merkileg saga sem hann hefur. En ég skal viðurkenna að ég lendi svolítið vandræði með Sigríður Hrund sem bara svona spyrill, af því að hún kannski segir eins og ég líf og ljós og maður er að hugsa svo hver er eðlilegt framhald? Hvað er eðlilegt svona framhaldsspurning af þessari fullyrðingu? Ég verði að viðurkenna að hún var mér mestar ráðgátan að þessu fólki. Spurður ekki hvernig hún tendraði ljósið? Spurður ekki hvernig hún tendraði þetta ljós? Ég lendi í stundum í vandræðum, en mér finnst það eins og er merkileg saga og merkilegt erindi og eins og er. Og fólk er náttúrulega bara að bjóða sjálft sig fram og mér finnst það áhugavert. Það er Ég náttúrulega ætti kannski að bjóða mig fram af því að ég er með svo góðu meðmæli að ég er með meðmæli frá forseta Íslands í dag sko, sem að sendi mér bréf með tilvísnuninni eða með orðunum mold er góð og hlý bók sem er nýja bókin mín. Já. Þannig að þú veist kynnt mig sem sko arftaka. Algjörlega. Þetta verið. Það myndi samt engin hljósa mig. Talandi eitt, að því að við talum embætti, vera fólksembætti. Það var eitt svolítið eftir að Guðni tilkynnti að hann ætlaði ekki að bjóða sig fram. Það var eiginlega augljóst að hann var alveg guðslifandi feginn. Það ekki tekið eftir því, hvað Guðni er einhvern veginn... Já, léttar yfir honum eftir á. Léttar yfir honum, þannig það bendir til þess að það er hægara sagt að gert að ætla að fylla upp í þetta embætti. Segi við ykkur sem að eru helmingurinn af gestum mínum hér eru byrjað rígu að frambóð. Sko, já, erum við ekki öll komin? Nei, ég er á hliðalínunni, en ég er samt mjög spennt fyrir ykkur frambóði. Nei, ég er ekkert í feldi, ég er leik ofan á feldi og styð ykkur öll. Góðra verka. En væri það ekki heiðalegt að Guðna að bara sko koma út með svona dálítið nákvæma lýsingu á hvað liggur fyrir allar þessar frambjóðundur. En þetta er svo kvikult starf, það er alltaf eitthvað í gangi og þú veist. Kannski kemur eitthvað frambjóðandi sem að lofa því að bara vera kosin og labba inn og loka hurðinni og bara láta ekki til í sér í 4 ár. Já, ég hef ekki verið umgengist forseta mikið, einu sinni eða tvisar held ég hafi hitt Ólaf í svona út af einhverju vinnu sem ég var að vinna eitthvað og einu sinni var ég þar sem að hann var það var stór samkoma austur á landi þar sem hann var að veita skólabörnum einhverja viðurkenningar og þess áttar og það tók engan smá tíma, það var að heilsa, ég veit ekki hvað bara mörgum bekkjum og alltaf þurftan að vera jafnkurtis og brosa jafnfallega og það merkilega var að maður stóð þarna nálægt honum að maður fann drauminn, þú veist hvað það skipti krakkana ofboðslega miklu máli, þetta var svona upphafinni stemning og hann hélt utan að kallinn, hann gerði það, ég verði að segja það, gerði það hansi vel. Þannig að ég held að sé margvíslegt svona álag sem maður gerir sig ekki alveg grein fyrir í dagsleglega sem maður getur fyllt þessu starfi. Ekki álag að vera með börnum. Ekki að bara koma að heilsa börnum og spjalla við börnum. Nei, það er ekki álag. Jú, en að hitta alls konar hópa getum við þá. Og vera svona miðja athyglinnar, eftir ekki að tala Jú, það er svona performance kannski, með einhverju skilningi. En mér finnst, ég meina, sko, minn forseti er og verður alltaf
frú Vigdís Finnbogadóttir og ég meina sko áhrifin sem hún hafði á land og þjóð og bara heiminn allan. Þú veist, þetta náttúrulega bara, þú veist, sem svona ef maður bara pælir í starfi forsetans, þú veist, stórglæsileg kona og ég meina og sem setti sitt mark bara á söguna, þú veist, þannig að þetta er mikilvægt starf sko og ég meina, þú veist, maður óskar bara þess að maður fái eitthvað, maður mun aldrei gera það verður bara ein frú Vigdís Finnbogadóttir. Og leikhúsi. Fyrirgjöðu. Og leikhúsinu. Já, allavega að það komi eitthvað svona með presans. Ekki pólitíkinni. Já, og eitthvað með presans sem bara, þú veist, sem bara með ljósið í kringum sig. En hún sá forseti sem hefur verið kjörin sem hefur fengið minnsta hlutfall atkvæða í fyrsta kjöri. Það segir ekki. Já, einmitt. Það segir svo bara útkomuna. Já. Og það reyndar sagan á þetta allt saman að fólk deilir þetta en þjóðin einhvern veginn verður sátt við sinn forseta. Það allir sammála að hún sé besti forseti allra tíma. Fólk sátt við sinn forseta. Svo koma nýjar forsetakosningar og þá hugsa þjóðin svona viljum ekki aðra Vigdísi og kýs Óla Ragnar. Hver segir það til dæmis? Hversu Óla Ragnar? Það var boðið upp á Guðrún Agnars og í með svona... Hún, sko Vigdís Finnbogadóttir, lát mér fyrir númeri hjá þessu fólki. Það er bara ekki séns, sko. Pay them a visit. Já, þessu trúi ég ekki. Herðu, takk fyrir að koma hingað að ræða fréttir dagsins. Takk fyrir. Takk fyrir mig. Sigurður, Natalía Guðrúður. Natalía Guðrúður, frú Guðrúður. Já. Og Anton Helgi. Kærar þakkir. Takk. Já, takk fyrir. Og þetta eru lokin á vikuskattunum og hérna undan vikuskattunum þá höfum við svona auka þátt af Rauðaborðinu þess að vorum að ræða fréttir dagsins sem eru áhugaverðar og við þökkum öllum gestum okkar kærlega fyrir og ykkur sem hafi verið að hlusta bendum ykkur á að þið geti hjálpað okkur við að byggja upp samstöðuna með því að segja vinum og vandamennum frá efni sem að ykkur líkar, segja frá því að við séum á Facebook og við erum á YouTube og við erum í útvarpinu á 89,1 á FM sem að má líka sækja á spilaran bæði á netinu spilari.is og svo spilar líka app sem að má hlaða niður í síman og hlusta á samstöðun og allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminum. Við erum líka á öllum hlaðvarsveitum og við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem að fá sjónvarpið sitt hjá símanum. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Vonandi munu önnur fjarskiptafyrirtæki bjóða sínu viðskiptavinum upp á samstöðuna sem er 24 tíma á sólarhring 7 vikunar allan á hring samfélagsumræða við Rauðaborðið í öðrum þáttum samstöðunar. Þið sem að vilja hjálpa okkur við að byggja samstöðuna upp geti líka gerst áskrifundur. Það kostar 2.500 krónur. Þið farið þá inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift. Þið getið borgað meira eða viljið og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sér félagsgjöld inn í Alþýðufélagið. Það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna og allt sem þið sjáið hér og heyrið er í boði áskrifenda. En við látum þetta gott heita í dag og minnum á helgadagskruna sem er framöndan. Góða helgi. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum er eins og hann líði allt of hratt. Tíminn er okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna er mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik eru lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár.